Árið 1913 hófst gerð gömlu hafnarinnar í Reykjavík og lauk formlega 4 árum síðar. Hún hefur þó auðvitað þróast með ýmsum hætti í gegnum árin. Síðustu ár hafa gömlu verbúðarnar á hafnarbakkanum tekið miklum stakkaskiptum. Þessar breytingar urðu ekki hvað síst þegar horfið var frá þeirri reglu að aðeins mætti vera hafnsækin starfsemi í verbúðunum. Í stað beitningaraðstöðu og fiskverkunar nú margvíslega starfsemi þarna að finna. Þar á meðal ýmsa veitingastaði, kaffihús, gallerí og aðra verslanir. Aðeins ein fiskverkun enn starfrækt í þessum gömlu verbúðum. Það fiskverkunin Sindrafiskur. Ég heiti Jón Sigurðsson og fæddur 1937 og verður 77 ára núna á þessu ári. Og báturinn heitir Sindri. Ég búinn að vera í þessari fiskverkun og með fiskverkun og litla útgerð og hefur rekið það í öll þessi ár. Þar á undan var ég 10 ár hjá Hafrannsóknastofnun við fiskirannsóknir hjá Jakobi Jakobssyni. Þar á undan var ég á Akranesi sem stýrimaður á síldarbátum, tók þátt í síldarævintýrinu. Ég held að þegar ég var alast upp á Akranesi fyrir þetta mörgum árum, eða svona 70 árum, eða 60 árum, þá snerist allt sjó og sjómennsku. Og það voru örfáir sem héldu áfram og fóru í skóla á mínu jafnöldrum. Menn höfðu bara, það var aðal áhugamáli hjá öllum, það var sjávarútvegur. Þegar ég var alast upp. Ég man það til dæmis á kvöldin, þegar bátarnir voru að koma, þá þekkti ég alla bátana á ljósunum. Sjá hvar hugurinn hefur verið. Hérna í þessari verbúð 10 ég búinn að vera jafn lengi og ég búinn að eiga bátinn. Og fyrir nokkrum árum þá keypti ég Hvítahúsið hérna fyrir ofan þar sem að rafgeymaþjónustan var og ég á það hús, eina húsi sem einkaeign, höfnin á öll hinn húsið. Og við höfum notuðum það fjölskyldan sem fiskverkunarhús og verkuðum helling af saltfiskflökum og fluttum út og það besta útkoman sem var á mér og fjölskyldunni þegar það var í lagi og þetta framleiða saltfiskflök og flytja til Smánar og Portúgal. En þetta eru mikla breytingar sem hafa orðið, ég sé það alveg. Ég að breyta núna fiskverkunarhúsinu í veitingastað. Þannig að ég verð með fiskverkunina hér í þessu húsi en húsi sem ég á, Hvítahúsið, það verður veitingastaður. Þar verður seldir fiskréttir. Já. Það ekkert hægt að vera svona einyrkjar í útgerð, það búið að ganga þannig frá því að það ekkert engin möguleika finnst mér. Einyrkjarnir þeir deyja út og það verða bara nokkur stór fyrirtæki sem eiga allan veiðirétt og sjá að veiða fiskinn. Mér sýnist að fara svoleiðis. Það voru bara fullt af köllum og það var að beita í þessum húsum og svona alls konar útgerðir sem voru í þessum húsum, búið að vera alveg frá upphafi. Þetta orðið allt annað en var, Nú þetta úr og grúur af túristum í öllum húsum hér og það eru örfáir, það eru 2 trillur sem róa með net frá Reykjavík. Það er búið að vera ótrúlega uppgangur í þessum ferðabransa hérna. Ég hef séð þetta náttúrulega alls staðar út á Spáni, hvernig ferðaiðnaðurinn blómstrað þar, en hann hefur svolítið gengið tilbaka út af efnahagsmálum, en þetta getur, Ísland fallegt land og það býður upp á hellingsmöguleika í ferðaiðnaði. Ég sé það alveg, en það þarf að stýra því rétt, Ég hef áhyggjur af hvalaskoðuninni því að
því að sandsílið, það virðist vera að hverfa. Krían hefur ekki náð að koma upp ungum núna í mörg vor og hrefnan og það sem maður hefur séð, það virðist ganga norður. Svartfugli, maður fær aldrei orðið svartfuglinni því hann allir gengið norður af því það ekki fyrir hann að éta hér í flóanum. Það hlýtur að vera skýringin á því, þá bara fer hann. Þetta eitt af því sem maður sér alveg. En þeir eru, segir í ferðabransanum, því að þeir fundu bara upp að sína norðurljósum þegar hrefna var orðið. Líf bara þannig, það alltaf endalausar breytingar. Maður getur eiginlega ekkert ráðið við það. Maður verður bara að taka þátt í því.